Atlantshafslax. Þannig að ég segi bara, gjör svo vel þegar þetta er komið. Takk fyrir. Ég er með fullt að glæðum. Búin að semja við fundastjórum og fá að vera lengur. Hún tók því ekkert vel. Ég ætla að tala greiningu álagsþátta fyrir Atlantshafslax. Þannig að ég tek fókusinn aðeins frá Íslandi og við förum svolítið út en svo kem ég aftur til Íslands. En þetta er svona kortlagning hjá NASCO, Laxaverndunarstofnuninni. Og eins og þið sjáið þarna þá þetta er sem sagt augljóslega rautt, ekki gott ástand. Appelsínugult svona meðallagi og blátt er svona allt í lagi ástand. Og þið sjáið þarna heilt yfir að það er talsvert mikið af rauðu, sumir stofnar jafnvel komnir í útrýmingu og það er mikið og ég mun fjalla það hérna í þessu erindi, mikið af löndum sem bara búin að loka fyrir veiði. Frakkar tóku ákvörðun núna fyrir árið 2026 að loka öllum laxveiðum. Það er bara að banna að veiða lax í Frakklandi og ég mun fjalla nokkur lönd hérna eftir. En þegar maður horfir á þessa mynd þá er kannski hægt að spyrja, er skjól á Íslandi? Og ég ætla svona aðeins að koma inn á það. Þetta var sem sagt, Laxaverndunarstofnunin, NASCO, sem bað öll aðildarlönd að greina álagsþætti á sína laxastofna. Þetta er sem sagt norsk aðferðafræði sem var notað sem viðmið og þið sjáið hérna greinina sem birtist á sín tíma 2017 og margir hérna inni þekkja þetta. Aðferðin byggir á að skoða manngerða álagsþætti og þetta snýst svolítið bara eiginlega það hversu margar ár eru undir þessu tiltekna álagi og hver útbreiðsla álagsins. Hefur álagið mikil áhrif á stofna og hvernig eru framtíðarhorfur. Og svo eru teiknaðar þessar myndir og þið munu sjá hérna nokkra svona myndir og það sem skiptir máli er að ef að álagsþátturinn hefur áhrif á marga stofna þá fer hann hérna upp þennan ás. Ef hann hefur áhrif á bara fáa stofna þá dettur hann hérna niður. Og svo er þetta spurningin hvort þetta sé stöðugt ástand eða versnandi ástand. Þannig að þið sjáið í hendingar að það sem er hérna efst uppi hér er versta. Það sem er niðri hérna, að það er betra. Þetta er til dæmis norska niðurstaðan, ég mun fjalla hana á eftir, en ég ætlaði bara að benda hérna á, hún er íslenskuð á okkur, by the way, að það er líka tekið inn stig þekkingar. Og þið sjáið til dæmis hérna núðlax þegar þetta var birt og þá var ekkert þekkt almennilega hversu neikvæð áhrif hann hefur. Aðrir eru grænir og vel þekktir. Bara að segja ykkur það líka að aðildarlöndunum var vissulega samt leyft að velja sína eigin aðferð. Langflest notuðu þessa norsku aðferð en það voru einhver sem töldu sig ekki geta gert slíka greiningu. Þannig að þeir fundu aðra aðferð. Eins og til dæmis Kanada sem kemur inn á eftir. Við ætlum að skoða við ætlum að skoða Írland, við ætlum að skoða Skotland, við ætlum að skoða England og Wales, Kanada og svo Noreg og Ísland. Viðmiðunarmörk. Ég mun nota þetta orð svolítið mikið á eftir. Hvað er þetta? Þetta er í rauninni byggist á sambandi hrygningarstofns og nýliðunar. Og þetta virkar þannig ef þú stækkar hrygningarstofniðinn þá færðu meiri nýliðun upp að ákveðnu marki. Ef þú ferð yfir markið þá jafnvel hefur það neikvæð áhrif. Og þið sjáu hérna ég er með 3 mismunandi sviðsetningar. Þetta geta verið mismunandi ár, þetta getur verið hérna Leirósá, þetta getur verið Selá. Þetta getur líka verið Leirósá í 3 mismunandi árum. Það getur verið munur í umhverfi eða eitthvað slíkt sem veldur því að þetta burðarþol sem er hérna, að það sveiflast. Þessi viðmiðunarmörk eru notuð við veiðistjórnun í nær öllum aðildarlöndum NASCO. Það er bara Ísland og Rússland sem að nota ekki viðmiðunarmörk í sínum veiðistjórnun.
Ok, Írland. Írlar hafa dregið verulega úr lönduðum afla í sínum veiðum og það talsvert lokanir. Þið sjáu hérna, þetta leyfilegur afli fyrir árin 2014 til 2015. Það að segja leyfilegur landaður afli. Og það hefur minnkað frá á þessu tímabili. Hér síðan ástandið miðað við þessi viðmiðunarmörk. Árið 2025 voru 51 laxveiði á í Írlandi lokuð vegna þess að ástandið var ekki nógu gott. 30% var leyft að landa, 19% ástandið var þannig að það bara veiða og sleppa. Það smá landfræðilegu munur á því hvernig þetta kemur á Írlandi og þessi rauði litur hérna, það eru ár sem eru opnaðar fyrir leyfilegum lönduðum afla og þið sjáið að og þessi dökkblái hérna opið fyrir veiða og sleppa og svo þessi ljósblái lokuð svæði. Og þið sjáið að rauði liturinn hann meira hérna á vesturhlutanum. Og ef við skoðum niðurstöður álagsgreiningarnar hjá þeim og rýnum í efstu 3, þá nefndu þeir breytingar í Norður-Atlantshafi, mengun og röskun á búsvæðum. Skotar hafa líka dregið verulega úr lönduðum afla í sínum veiðum. Og þetta náttúrulega gert til þess að reyna að viðhalda stærri hrygningarstofna, halda þeim þarna á réttum stað með viðmiðunarmörkin. Og þið sjáu að hérna áður fyrr þá komu upp undir hérna 1.000.000 laxar, 900.000 laxar til Skotlands. Þeir drápu eða lönduðu lögsum niður í það sem hér og þið sjáuð að til þess að reyna að viðhalda sama hrygningarstofni að þá þurfa þeir að sleppa því að landa hérna jafn miklu og þeir gerðu. Hér ástand stofna miðað við þessi viðmiðunarmörk. 18%, þetta sem sagt áætlað fyrir hvernig ástandið og nota það miðað við veiðistjórnun fyrir árið 2026. 2026 að þá 32 ár eða 18% í góðu ástandi, 26 ár eða 15% í meðallagi en 115 sem eru í lélegu ástandi, 67%. Hvað voru þeirra efstu 3 ávaxtþættir? Þeir nefndu afrán hjá fuglum, selum og öðrum fiskum, gönguhindranir upp, eins og Jóhannes var að koma með dæmi og svo ólöglegar veiðar. England og Wales, þið sjáu að það munstur þarna, þeir hafa dregið úr lönduðum afla. Frá 2019 hafa strandveiðar á laxi verið bannaðar og þeir hafa verulega aukið hlutfall veiða og sleppa og eru komnir hátt undir 100% í stangveiði. En það eingöngu 2 ár sem náðu viðmiðunarmörkum, 2025. Og hér eru sem sagt álagsþættirnir. England fyrst, þar nefna þeir loftslagsbreytingar. Þeir nefna veitingu vatns, það að segja þurrkar, flóð og vatnstaka. Og svo afrán, þarna líka. Wales, þar mengun frá landbúnaði efst, loftslagsbreytingar bæði í sjó og ferskvatni og svo neikvæð áhrif landnýtingar. Hoppum aðeins yfir til vesturs. Kanada, aftur. Hafa dregið úr lönduðum afla, það munstur þarna, bæði í atvinnuveiðum og sportveiðum. Þeir hafa aukið veiða og sleppa líka og komið upp undir, þetta stór lax hérna og smálax og þeir að sleppa næstu í öllum stórum laxi, aðeins minna smálaxi, svipað við erum að gera. Og þeir með svona alveg eins og með Írland, það svona landfræðilegur munur aðeins á hvernig ástandið Það hérna þessi grænu punktar, þar máttu hérna landa smáum laxi. Það eru nokkrar bláar ár hérna nyrst, þar máttu landa bæði stórum og smáum laxi. Svo gula, þar þarft að sleppa, afla, veiði og sleppa. Og svo rauðar ár, þær eru bara lokaðar.
Svo þetta viðmiðunarmörkin, það sama, norður, suður, munstri þar. Gulur litur þýðir að þeir náðu ekki viðmiðunarmörkum, blár litur þýðir að þeir náðu viðmiðunarmörkum. Hverjir eru efstu 3 álagsþættirnir hjá Kanada? Það ofveiði, bæði þá horfa þeir til Vestur-Grænlands en líka í ferskvatni. Óæskileg innblöndun erfðaefnis, bæði frá sjókvíaeldi og fiskrækt og svo öfgar í vatnshita. Noregur. Ég ætla að taka Noreg og Ísland svolítið saman. Það er svona svolítið sem við höfum verið að gera hérna á þessu stofninu, við horfum svolítið til Noregs. Svipað ástand á milli þessara landa. Þeir hafa, líkt og öll hin löndin, dregið verulega úr löndunafla, sérstaklega með minnkaðri strandveiði. Hér sem sagt landaður afli, þetta ekki heildarveiðin, þetta bara landaður afli og þríðingarnir hérna heildin samanlagt. Hvítu punktarnir eru þessi strandveiði og dökku punktarnir eru ferskvatnsveiðin. Þið sjáu að ferskvatnið er búin að vera svolítið stöðugt í löndunafla en það sem sagt strandveiðin fyrst og fremst að þeir eru að minnka. Þetta eru tölunar fyrir 2023, 2024 og 2025. Ég litaði árið 2024 rautt vegna þess að eins og þið flest munið þá þurftu þeir að loka alveg 33 ám vegna lélegra fiskengdar það sumar. Þetta er landaður afli. Ólíkt mörgum öðrum löndum þá hefur ekki verið mikill vilji hjá Noregi að taka upp veiði og sleppa í stangveiði. En það hefur samt aukist og er komið upp undir 40%. Sumum ám er lokað fyrir veiði vegna slæms ástands, en þeir hafa með því að minnka þessa strandveiði og loka ám, þá hafa þeir náð að viðhalda flestum stofnum yfir þessum viðmiðunarmörkum og 2025 var það 70% af ánum sem að náðu viðmiðunarmörkum. Efstu 3 álagsþættirnir hjá Noregi, það eru laxalús, tengt náttúrulega sjókvíaeldi, það eru strókulaxar úr sjókvíaeldi og það eru loftslagsbreytingar. Ísland. Við höfum líka dregið úr löndunafla. Veiðar í sjó og netaveiði takmörkuð mjög snemma hjá okkur. Þannig að langmest af veiðinni er í ferskvatni og á stöng. Við höfum líka aukið veiði og sleppa og við erum komin upp undir 90% á stórlaxi og 75% í smálaxi. Við erum ekki komin með svona mat á stofnum út frá viðmiðunarmörkum heilt yfir en vinna er í gangi og þessi mynd hérna hún er unnin af gervigreind. Ég tók bara norsku myndin og það getur búið til svona fyrir íslenska mynd og það er mjög áhugavert að það er bæði norður og suður stofn hérna í Grímsey. Við notuðum norsku aðferðina og hún byggðist á að skoða 14 manngerða álagsþætti í ferskvatni. Og eins og áðan, við bara spurðum, eru þeir til staðar eða ekki, hafa þeir valdið fækkun í stofnum og hver er líkleg þróun. Og munið, það er vont að vera hérna uppi, það er betra að vera hérna niðri. Þetta voru 133 vatnsvöll sem við greindum. Oft þurfti að styðjast við sérfræðiþekkingu vegna þess að skorti gögn og það er ekki fyrir alla 14 þættina. Niðurstöðunar voru nokkuð litaðar af þessari staðreynd. Ísland er ennþá að stórum hluta víðerni með takmörkuð manngerð áhrif. Og við erum að tala stærsta víðerni Evrópu. Þetta er rosalega mikilvægt. Ekki bara fyrir laxfiska, bara fyrir Ísland sem túristaland og annað. Við erum með stærsta víðerni Evrópu. Ef við skoðum þetta niðurstöðunar og berum það saman við Noreg, þá er hérna Noregur og svo ef við plottum Ísland með sömu aðferðafræði, staðlað miðað náttúrulega við stærð, fjölda laxveiða og annað, að þá lendir Ísland þarna.
Þið sjáið að Ísland töluvert meira hérna niðri til vinstri heldur en Noregur hérna upp til hægri. En hvaða 3 álagsþættir voru efstir? Strókulaxar úr eldi. Þeir fundust í 43 ám, það að segja annarkvort sem seiði eða sem strókulaxar sem veiddust í veiði. Það voru hnúðlaxar og það var fiskrækt. Þeir eru aðalega efstir vegna þess að þeir komu fyrir í mörgum ám. Hins vegar í mörgum tilfellum lítil áhrif. Ok, ég þykist vita það að sumir hérna setja spurningamerki við það af hverju fiskrækt þarna inni. En það í rauninni manngerð álag og rof á þessum náttúrulega ferli hérna. Þessum lífsferli laxins. Fiskrækt mismunandi mikil. Við erum að tala að taka fiska, kreista þá og grafa hrogn. Við erum að tala að taka hrygningarlax úr einni á og setja yfir fossa eða eitthvað slíkt, tilfærsla. Og við erum að tala seiðasleppinga. Þá í rauninni allur þessi hluti lífsferilsins hérna í ferskvatni bara tekin út, settur inn í ker. Og þetta hefur slæm áhrif og margar rannsóknir sem hafa sýnt það að seiðir sem eru svona alin upp, þau eru með minni hæfni heldur en seiðir sem að fá að gera þetta á sinn náttúrulega hátt. Við viljum í langflestum tilfellum, það alveg til dæmi þar sem að fiskrækt getur verið mikilvæg, tökum sem dæmi hérna dönsku ána sem Jóhannes var að tala áðan til dæmis. Það hjálpaði þeim mikið. En við viljum að þessi ferill, þessi lífsferill, fái bara að gerast að sjálfum sér sem mest. Hvernig ég með tíma? Svo þetta er svo spennandi í nægum. Ákveðinu eru 3 mínútur eftir þá ættir að hætta, en ég skal gefa svona auka 3. Okay, þá fer ég bara í samantæði. Við drögum þetta saman. Staða laxastofna í Norður-Atlantshafi hefur verið stöðugt versnandi frá 1980 og síðustu ár hafa verið að meðal þeirra verstu sem mælst hafa fyrir mörg lönd. Algengustu álagsþættirnir við drögum þá saman þá fyrir allt, ekki bara þessi lönd sem að ég fjallaði hérna sérstaklega, að þá eru loftslagsbreytingar nefndar oftast 9 sinnum, gönguhindranir 8 sinnum, afrán 5 sinnum. Já, nú ég náttúrulega að gera ráð fyrir að allir viti hvað afrán er. Einhver sem veit ekki hvað afrán er? Þetta sem sagt þegar laxinn fæða annarra fiska, fugla eða sela. Neikvæð áhrif fiskeldis. Aðrir álagsþættir sem skoruðu líka hátt voru veiðar, bæði ofveiði og ólögleg veiði. Það var röskun á búsvæðum og það voru sýkingar, sníkjudýr, vatnsgæði, mengun og neikvæð áhrif landnýtingar. NASCO hefur í kjölfarið á þessari greiningu. Þessi greining var yfirleitt gerð árið 2024 fyrir löndin. Hefur beðið þau að koma fram síðan miðað við þessa álagsgreiningu með verndaráætlun til næstu 10 ára. Og þessar verndaráætlanir eiga að reyna eftir fremsta megni að minnka álagið á efstu þrep. Það var þessna sem ég tók fyrir þessa efstu 3. Þessar verndaráætlanir eiga að vera tilbúnar í nóvember 2026. Þannig að þegar þið komið aftur hérna eftir 1 ár í upptaktin fyrir árið 2027, þá mun ég geta sagt ykkur frá því hvað aðildarlöndin ætla sér að gera. Enda á þessari spurningu sem ég spurði fyrst. Það hægt að svara þessari spurningu já. Allavega ennþá. Það ákveðið skjól fyrir laxinn á Íslandi. En við erum í þeirri góðu stöðu að vera í varnarbaráttu. Við þurfum að vernda þetta með öllum tiltækum ráðum. Takk.